Sunneva mín. Ég fyrst Velkomin í teboðið. Velkomin í teboðið. Teboðið snýst alltaf skemmtilega frá Hollywood. Já. Ég grínast, ég ætla ekki að vera með eitthvað intro. Kæri gestir, verið hjartalega velkomin í teboðið. Ég var til að myndi sitjast niður, fá okkur te, kúra undir teppi og hlusta á okkur. Sérstaklega þar sem veðrið orðið eins og það Ótrúlega leiðilegt og kalt, en samt allt í lagi. Úti. Já, allt orðið pitch black úti og ég veit ekki alveg hvað mér finnst það. Og hvenær socially acceptable að byrja að spila jólalög, Sunneva? Ég fekk nokkrar tillögur það inn á Instagram. Ok. Og það voru skiptaskoðanir. Ok. Það var bæði 1. október eða 1. nóvember. Ok. Ég held að við ætlum bara að byrja að tala með venjuleg rödd. Já. Annars eru ógeðslega ferrandi. En 1. október eða 1. nóv? Ég held ég gerði það vanalega alltaf 1. október. Það var bara Michael Bublé á svona CD-disk inn í bíl í Mustangnum. Ég var búin að skrifa disk, það var enginn að nota svona CD á þessum tíma. Nei, það var bara fyrir nokkrum árum. Já, þú veist, 6 árum. Og já, Michael Bublé rann bara þar. Já, öll platan alveg þannig til í lok des, I like it. En ég að reyna að hemja mig núna, af því ég nenni ekki að vera of spennt. Já, ég sammála. Þannig að nóvember bara aðeins skemmtilegri, af því það er svo mikið að gera svona í skóla og vinnu. Já. Man nennir ekki að... Október svolítið svona millibils ástand. Það ekki? Það ekki, þú veist, það nýbúið að vera sumar. September alltaf lægja, því að stundum færum maður alveg fínt veður í september. Já, nefnilega. Og september búin að vera alltaf lægi, svona lala, skilur. Já. En október svo mikið millibils ástand og það ekkert skemmtilegt fyrir í enda október. Mitt. Og það Halloween. En það samt búið að vera alveg frekar ágætt veður, verði ég að segja. Ég vil ekki jinxa, en eins og Já, svona haustveður. Já, ég alveg fíla þetta haustveður. Ég elska þegar það er svona geðveikt ferskt loft og bjart úti. Já. Það er svona smá kalt að, veist, þegar það er svona smá kalt að loftið gett ferskt. Já, þannig er svona andaði að þér, en það er samt þannig að þú getur farið í skilur hjólabuxum og strigaskóm út. Einmitt, þú veist, það er ekki ofkalt. Nei. Það er svona, kannski smá svona vor. Já. Ég elska vor. Já, ég líka. Vor og sumar. Haust líka, já, þú veist. En vetur. Svo ég elska alveg líka vetur. Ég elska jólin. Já, það er nefnilega líka þar. En ég veit ekki alveg svona eftir jól, janúar, februar. Já, það finnst mér alveg drefleðilegu tími, Guð minn almáttur. Finnst það apríl vera fínn mánuður? Já, ég er mjög spennt fyrir apríl líka 2021. Ég líka. Get this over with. Já, en nei, þessu februar núna þessu ári, hvað var það lengi? Það var svona heilt ár. Já, Guð minn almáttur. Fannst þetta í? Almáttur, Bara ég trú, já, þetta ár fyrir enda maður. Ég er spenntar. Og þetta samkomubann náttúrulega ennþá í fullum gangi. Í fullum gangi. Já. Herðu, það sem við erum að tala um svona kulda og þannig, þegar byrja að kólna úti, þá ætla ég að mæla með rakamaskanum frá Lauga Spa, Organic Skincare, sem er styrktaraðalinn okkar. Já. Þannig að það er bara mikilvægt. Ég fæ alltaf svona eksem þegar það byrja að kólna. Ég líka, ég fæ kulda-eksem. Já, bara í andlitið það. Nei, ég er enda að fæ og geðskrítið, fæ svona hendurnar. Já. Þú veist, alltaf bara á einum spotti. Það bara geðið skrítið, já, alltaf bara ef það er kalt, þá bara svona einhvern veginn, verður það svona uppbólgið einhvern veginn og verður svona eksem. Svont. Þú eru duglega að bera á þig. Já. Mæli þá með að nota body oil frá Lauga Spa. Já. Svo næs. Setur á þig eftir styrstu. Bara þegar þú ekki þurrkar alveg, bara svona, þú veist, létt moist. Já. Setja það á og bera á þig. Sjúklega næs. Næs. En hvernig notar þú rakamaskan? Herri, bara eftir ég er búin að þrjá mig, ég sef yfirleitt með hann. Já, er það ekki? Bara senasta í rútinu mínu, já. Bara þunnt lag. Hvað gerir þú eftir viku? Bara svona 2 viku núna. Já. Ég þarf að byrja virkilega að huga þessu, að því ég fæ alltaf svona mikið eksem svona í kringum nefið. Það er leiðilega staður. Þurrka eksem. Þannig að ég þarf að duglega nota allar oljur og allt þetta núna. En finnst þið þá ekki líka, þá get ég vel trúaði e-drópanir frá Lauga Spa. Já, og glóðdrópanir og allt þetta, mjög nærandi. Ógeðslega nærandi og sérstaklega eins og þú veist, er náttúrulega bara raki í rauninni og svona moisturizing. Þannig að þú veist, það ætti að vera sérstaklega gott líka. Bara setja í dagkremi sitt líka. Algjörlega. Fyrir daginn. Það er ekki fyrst skipti sem að ég á þessar dropa núna á vetri til. Þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig húðin mín vera.
Við eigum það náttúrulega bara núna því að þeir voru að koma út. Já, þeir voru alltaf glænir. They're brand new. En já, ég mæli með að versla inn á organicskincare.is. Já, og sko, og að þið vorum að tala aðeins þetta samkomubann. Það óslega leiðilegt topic, I know. En hvað, þú veist, er ég svo eina sem ég get ekki andað með þessar grímur? Ég get það ekki, sko. Sérstaklega svona fjölnotagrímur. Já, eru hinnar, ég ánafnilega ekki svona, nei, þú ert talað fjölnota, já, ég ánafnilega bara einnota. Já, mér finnst það einnota miklu betri, sko. Það er heitt verra. Eitt er verra, ég fór allavega í augnhárleggingar þegar það mátti og þá var ég með grímu þetta. Já. Ég hélt að ég myndi kafna. Já, sko. Það var bara ég bara svona, ég fann bara niður í lungum bara svona, þetta var vestu klukkutíma lífsmýs, vanlega get ég bara leiða og bara, sopnað eða eitthvað þannig. Einmitt. En þarna var ég bara, allir líka mín var bara tens að ég gat ekki andað. En svo fór ég með svona einnota grímu og það var miklu betra, sko. Ok, að því mér finnst ég alveg vera að kafna undir þeim, sko. Já. Þú veist, bara eitthvað svona örstutt að fara inn í, maður er ekkert mikið að fara inn í búið núna, en maður sé svona bara brýnuður sinni einhvern veginn, skilur, og maður þarf að ná sér í hluti og eitthvað, og þá er maður með grímu og hanska ef maður getur og bara þegar ég er inn í þessu búðum þá er ég bara, oh my god, ég er að deyja. Þetta er svo óþægilegt, þetta er svo mikið innilokun. Já, það er svo mikið innilokun. Og svo líka þegar, þú veist, maður er að tala við starfsmanni eða eitthvað þannig, ég næ ekki að tala því ég heyri ekki sjálfur mér lengur. Ég líka alltaf að segja ha, að því ég heyri aldrei hvað hinn segir. Það er óslega óþægilegt að hafa eitthvað svona fyrir andlitinu, maður er bara svona, maður verður svona bara, bara, ég veit ekki hvað. Eins og ég var bara eitthvað, þú veist, fyrir 2 dögum, þú veist, að labba inn í einni búð og sá svona fólki, ég hélt ég þekkta svo var ég alveg, já ég þekkja en ég sé náttúrulega bara helmingin andlitinu þetta var geðvist skrítið. Ég veit ekki, þú veist, ég er nógu lélega að taka eftir fólki þegar, sko, að því þegar ég er að labba inn í búð þá bara sé ég engan. Nei, ég er bara með mission ég er rosa mikið þannig líka og þú veist, til þess að heilsa mér þarf að koma upp á mér. Já. Og hvað þá þegar fólk er með grímur? Einmitt, ég segi það, þú veist, þetta var svona kunningja, fólk sem ég svona þekkti bara og ég var alveg bara, býtu þau voru eitthvað svona horfa mig og þau bara með helmingin af andlitinu uppi og maður eitthvað líka bara svona þegar fólk er, þú veist, maður bara sækja teka í mat eða eitthvað og svo maður fattar ekki svona energy levelið að ég er svona, bæta svo mikið svona hvernig fólk kemur til mín þá svona gerir það tilbaka eitthvað. Eru það að brosa eða eru það bara hæ? Já, einmitt, maður svona daginn og svona, ertu brosandi eða ertu ekki brosandi eða þetta er hress. Ok, sammála, það er líka það. Maður kemur inn ekki að hress og maður skilur bara daginn og maður svona, ok, daginn. Einmitt, það er svona erfitt að lesa í aðstæður Já, mjög erfitt með þetta. Já, ég er allan mjög erfitt með þessar grímur mun samt að sjálfsögðu nota þér. Bara ég mun fara ángríns minna í búðir. Ég mun gera það bara auðvitað út af COVID en aðalega út af þessu. Og ég er að kafna. Ég er að deyja. Já, ángríns. Ég er bara En ég sá eitthvað mím daginn að þegar spænska flensa var, the Spanish flu, þá var bara skilda að vera með masks. Já. Og það var bara wear a mask or get arrested eða eitthvað hannig. Hældi því. Þannig að maður verður svona, ég veit ekki hvort þetta var fake meme eða eitthvað, en þetta gefur maður smá hope. Já, einmitt. Að verði allt í lagi, skilur, að því að þetta var... Að því að spænska flensa, já, einmitt. Og það, þú veist, var miklu alvarlega heldur en þetta er, þú veist, 10% heiminum fekk þetta og eitthvað, þú veist, bara broslega eða dóið, maður ekki. Já, nákvæmlega. En þannig var ég svona, ok, það gæti verið venjulegt aftur eitthvað tíma. Það er svo margir að tala líka bara eitthvað svona, þú veist, ég verið engin COVID-snillingar en þú veist, maður heyrir umræðina og það er margir að segja bara svona þetta bara þarf að vera, við erum bara þurfa að lifa með þessu og maður er eitthvað svona, hvað þýðir það? Nei, veist, hvað þýðir að þurfa bara að lifa með þessu? Því það er bara alltaf grímur, alltaf hanskar eða alltaf bara fámennt á einhverjum stöðum, ég hugsaði mitt, þú veist, hvernig verða með tónleika, skilur, framtíðin verða fjöldatakmarkir, verða bara allt í einu þú veist, segjum að einhver staðarlega tekur 5.000 manns, allt í einu bara 2.500 alltaf. Veit ekki. Nei, ég veit ekki neitt, sko. Það var spennandi að hlusta á þennan þátt eftir 6 mánuði eða allt sé breytt eða 2 ára eða allt sé eins, einmitt. Hvað er góður, hvað ég vona við séum bara þarna vissum við ekkert. Þarna vissum við ekkert það sem myndi gerast. Og vonandi fer það á góðan veg. Já, ég vona sér ekki öfugt og við erum bara, þarna gáttum við tekið podcast. Já, einmitt. En við náttúrulega, eins og, þú veist, já, við erum að taka podcast og þá erum við svona, hvað, við erum svona kannski metra á milli okkar. Já, rúmur, held ég. Já, en ég meina, þú veist, hvorar okkar er að hitta mikið af fólki þessa dagana. Bara nánustu. Já, fjölskyldu, maka. Svo er ég að hitta þig. Ángríns, þetta er bara rétt. Því að þú ert í skólum heima, ég er í vinnunni heima. Já. Þetta er orðið frekar svona, einmannlegt. Já. En það er ekki mikið eftir.
Það ekki mikið eftir, vonum við. Já, ekki af þessu samkomubann allavega. Vonum við. Ef að því verður ekki lengt. Við ætlum að vera bjartsýnar. Já, við ætlum að vera bjartsýnar. Já, þetta alveg bara búið. Þetta alveg búið, en það það gott að tala svona það sem að gerast í heiminum, að því að eins og þú segir, gaman að kíkja tilbaka. Einmitt, þetta líka bara on top of every mind myndi ég halda, það allir að hugsa þetta. Það einmitt, en svo ég var þar alveg, og ég hef líka alltaf haldið bara ok, þetta verra annars þar, ekki að það sé eitthvað sem ég líði betri yfir, en ég hugsa svona, we're all in this, allir eru saman í þessu eitthvað. En svo eins og bara að því að við erum alltaf með podcast sem svona ræðir vestrana heiminn, svo Cardi B bara til þess að halda ammæli sig til Las Vegas og bara huge party, bara Kylie og allir. Og maður bara svona, þú veist, hvað það? Ekki samkomubann hjá þeim? Ég held að sé ekki samkomubann hjá þeim. Nei, örgulega í sumum ríkjum, en það samt líka gekk galið að fara að halda huge ass party. Já. Ég veit ekkert hvernig statsin á núti. Nei. Það var náttúrulega lockdown hjá þeim og eitthvað, skilur við. Það málist í Kaliforníu og í Las Vegas og eitthvað. Það var alveg komið svona síðan, eða ekki? En alltaf sé bara alveg hægt núna. Ekki. Það alveg fólk á enda að vera með grímur í búðum og þannig. Það náttúrulega kannski erfið að þú ert með forseta sem segir bara að þetta sé kjaftaði. Kannski. En við ætlum ekki að ræða Trump. Nei. Það bara málefni sem við ætlum að halda okkur frá að því að hann bara ekki nógu merkilegur til þess að komast inn í þetta podcast. Nei. Þú þurfir ekki að segja það? Jú. Kannski tökum við einhvern tímann. Það enda væri geðveikt gaman. Ég ekki grínast einn dag. Þegar ég bjóði í Englandi og þetta var árið eftir að Trump á kosin. Hann var að gera einhvern helviti skandal. Man ekkert hvað var þar. Og ég var eitthvað, hafði ekkert að gera. Ég heiti heilum degi. Svo man ég bara að klukkan svona 6 var ég svona, hvað ég búin að gera við daginn minn? Ég heiti heilum degi bara ég að horfa á viðtöl og lesa greinar og horfa á fleiri viðtöl við allar fyrrverandi konurnar hans. What? Já, ég var bara mér langar að vita hver var með þessu manni og ég þurfti bara að vita allt bara hvernig hann og Melanie kynntust bara allt þetta, ég þurfti bara að vita þetta allt og akkur hann skildi við þessa og hver mamma barnan hans og horfa á þetta allt saman. Það var áhugaverð samt Já. Og eitt ógeðslega merkilegt þær allar, ég veit ekki hvort það sé bara því að hann fórseta eitthvað, þær allar tölu vel hann. Já, Já, og ég svona, either you're paid or you're lying. Það getur svo ekki annað verið með hvernig við þekkjum hann. Já, en ég margir líka þegar Kim Richards fór á okkur date með honum og hún talaði með mjög vel hann líka. Maður bara, þetta svo skrítið. Já. Hún þorir ekki að segja eitthvað annað. Nei, það sem að segja, annarkvæmst bara, þetta fórseti Bandaríkjanna og þú ert bara að fara að halda við þetta, skilur eða þú ert að ljúga. Það bara annarkvæmst, þetta eiginlega saman hluturinn. Skilur. Það var nú ein mannska sem talaði illum hann, það var Stormy Daniels. Já, veit ég hvað það er. Það hún vann sem, þú veist, svona kynlífs, hvað segir maður, hvað íslenska orðið svona sex worker, svona kynlífs bara hún var bara vann kynlífsvinnu, ég held að íslenska orðið sé þannig, skilur, því maður notar ekki lengur orðið eitthvað svona, þú veist, selja sig eitthvað þannig, þannig að, þú veist, já, hún var í kynlífsvinnu og hún sagði frá því að eitthvað hún hafi verið með Trump og það var gett stórt mál. Já, ok. En ég meina ég er samt í alveg með hugmynda þátt. Hvað? Sem var ekki gaman, og bara ef eitthvað langar að heyra þetta, láta okkur vita, að taka, þú veist, skandala sem hafa gerst fyrir bandaríska forseta. Já. Það var ekki merkilegt. Það ekki? Jú, það er til alveg fullt. Já, og líka því að það er svo huge. Já, þarna ertu bara með einhverja menn sem að, því miður bara menn eins og sem að hafa, þú veist, nána stjórna heiminum, eða allan mjög valdaríkir. Rosalega. Og það var ógeðslega áhugavert. Já. Láta okkur vita. Sendaðu okkur línu á Instagram. Ef eitthvað langar að heyra það. En talandi skandala. Þá erum við að fara í topikið okkar. Hvað heitir topikið okkar? Gleymdir Hollywood skandalar eða svona controversies eða beef. Já, þetta svona, þú veist, og líka bara gott að taka fram, þú veist, sumir þessum skandalum alveg fyndnir, kannski alvarlegir. Já, 100% alvarlegri. Sumir skandalar gleymdust bara fljótt og sumir eitthvað sem við rættum ekki alveg nógu mikið. Sumir kannski iconic líka bara sem að gott að minnast á. Já, og sumir bara það iconic að það bara verðt að minnast á. Þóttir séu ekki endilega gleymdir. True. En við spurðum líðin. Já, við byrjum því. Our favorite people. Uppáhalds, fólki okkar eru
Teboð fylgjendurnir. Ætlum við ekki að kalla á teboð gestina? Af því að þú veist, þeir eru basically með okkur hérna, þeir eru með okkur í teboði. Nákvæmlega. Þannig að ég myndi segja það. Gestirnir okkar. Þeir eru gestirnir okkar. Þannig að þið teboðsgestindur, þið senduð inn. Við spurðum hver er eftirminnilegasti Hollywood skandallinn ég kann ekki lesa. Hver er eftirminnilegasti Hollywood skandallinn að þínu mati? Og það fyrsta sem við komin inn er Ariana Grande sleikti kleinuring. Já. Vissir það þessu? Já. Sko hún var eitthvað deiti með eitthvað fyrrandi kæristin Ricky eða eitthvað. Það ekki? Fyrir inn í eitthvað svona donut shop. Já, hún sleikti sko kleinuring. Og segir eitthvað I hate America. Já, og sko svo sleikti hún sko kleinuringsbakkan. Að það sleikti bakkan líka? Já, mér minnir það. Ég rannsakaði ekki þetta mál, en mér minnir að þetta hafi verið þannig, hún hafi eitthvað sleikt sem var geðveikt skrítið. Það hlýtur að vera bara full eða eitthvað. Það hlýtur að vera. Bara eitthvað tipsi bara. Eitthvað surveil camera, hvað heitir þetta? Öryggismyndal? Já. Þú veist, nær þess hvað það fyndið. Mér finnst þetta hilarious. Þetta er hilarious. En hún afsakaði, þú veist að gera svona apology video fyrir þetta. Bara I am so sorry for licking a donut. Getur við byrjað að gera þetta? Fannin bakar í bara sleik ekki á kleinur. Ég fældi þetta væri á þessum tímum núna. Við erum bara kærðar. Já, ángríns. Stór hætlut í dag. Já. Já, svo grillað sko. Herru, Anna hérna sem er eitthvað hérna. Það er náttúrulega Chloe og Tristan Thompson málið. Þetta er náttúrulega hjúts mál. Rosalegt. Þetta er það sem kom til vikunar á kortið. Já. Pældi því? Það er bara rétt til þess. Ég man bara hvar ég var, hvernig mér leið og bara eins og þetta hafi verið, ég veit ekki hvað. Ángríns. Bara hrunið 2007 fyrir þeim sem, ég man ekki eftir því skilur, en fyrir þá sem ég man ekki eftir eitthvað svona Guð blessi Ísland, en fyrir þá sem Þú gæði að spila Barbie bara. Já, 2007 Barbie, ég vona nú ekki hvað er ég gömul? Ég veit ekki, skilsum máli, kannski hvað er Barbie en allavega ung sko, 12 ára. Ég var allavega ekki að pæla hruninu. Eitthvað, Guð blessi eitthvað. En ég man, þetta var bara svona moment og ég man bara, ég var að missa mig. Ég var bara, oh my god, og þess vegna var einmitt sagt um eitthvað, getur þú gert vídeó? Ég man svo vel eftir þessu. Ég var bara að deyja. Þú varst bara að upplýsa fylgjendurna þína á Instagram, bara vennilega Instagraminu. Já, bara, þú veist. Og við vorum bara update, það var svo gaman, og þetta voru líka aðalega bara vinir mínir, sko. Þú veist, ég var ekkert með eitthvað hóp af fólki, skilur, þetta var bara vinir mínir og ég var bara að segja þeim þetta og what the fuck. Já, þetta var svo fyndið. Svo var eitthvað svona, það var ein manneska sem sendi mér eitthvað, skil ekki, getur gert myndband og ég eitthvað, já, allir hafa búin að biðja myndband. One of you asked, so here's the whole tutorial. Já. En Chloe og Tristan Thompson málið, já, 100%. Og svo erum við sagt bara í næsta svar eftir það er Kylie og Durden. Já. Sem er náttúrulega bara eftirmálar af því máli. True. Hvað sendur meira það? Beyoncé og Jay-Z, nei, Salone og Jay-Z, Herðu, ok, það sendur Beyoncé og Solange brjálast Solange Af hverju kann ég ekki bera það fram og þú bera það fram líka skringilega. Þetta er bara skrítið nafn, byrjum þar. Solange. Fallegt samt. Solange. Það er svona sé eitthvað pulsa. Svælega ekki grína henni. Ok. Sorry. En já, ég er einmitt með það mál skrifa niður. Ok. Þannig að við förum kannski yfir það þegar að því kemur. True. Taylor og Kanye. Taylor Durden. Iconic. Kanye. Veit ekki hvað? Já, svo eitthvað sem sendi Taylor og Kanye. Það var skrifað K-A-N-E-Y. Það er einhverjum sem ekki hlæja stafsetningu. Það er ég. Þú veist ekki að byrta. Ég veit ekki hvað ég gerir við þig bráðum. Nei, ég er hætt sko. Þú þarfst að fara að replacea mig. Ég er grátur hlutri. Ok, við erum búin að gefa út núna 2 þætti sem að fyrirsögnin er setið inni og Birta skrifa alltaf setið inni.
þú varst ekki útskriðna vel þú sagði bara saman hlutin tvisvar þú skrifir alltaf setið, ekki setið já, ég skrifir alltaf með en ekki já. Er ég öll svört maskara það? Nei, ok, ég sko fór að gráta og hlátri oh my god, hvað það fyndi setið já, þú veist, og þú var eitthvað sem gaf okkur líka review á Apple Podcast og gaf okkur 1 stjörnu bara fyrir að skrifa setið já, það var einfaldlega bara út af mér skilur, þannig að ég tek þess að 1 stjörnu beint á kassan ég bara, svo mannskja sem gerði þetta nefnir hún að gefa okkur tilbaka stjörn, 5 stjörnur ég myndi alveg skilja samt sko, þetta var hræðileg stafsningavilla og ég er búin að gera það 2 svar, já, það er rétt já, í nýja þættinum líka sem kom út á þriðjudaginn já, síðustu þriðjudag sko en við erum búin að laga þetta sko, þannig að það er ekki hægt að finna þetta þannig að það er engin sönnugögn nema því að við erum að segja þetta núna já. En er eitthvað meira sem stendur í þessu máli já, á þessu Instagram máli þú varst náttúrulega búin að taka það líka James og Tati? Já. Er ég búin að taka það fyrir í podcastinu? Nei, ekki podcastinu. Nei, ég tók það fyrir í TV-vikunar, sko, Guðmund Almáttur. Það var stórmál. Já. Það er eitthvað sem við möttum að fara yfir þegar við fyrir með YouTube-heiminn. True. Believe me, jú, það er stór heimur, sko. En eigum það ekki bara að byrja þetta? Jú. Viltu ekki byrja á JC? Á, ég byrja því. Og Solange, við erum búin að ræða. Já, ég ætla að segja, bara svona, taka fram að rannsóknin sem ég gerði er aðalega byggð á Twitter-þræði sem að kom út í júli 2019 og hann hét Forgotten Celebrity Controversies og bara ángríns til dagsins í dag hefur þetta verið bara eitt skemmtilegast að finnast í Twitter-þræði sem að ég hef lesið að því að fólk var sendin alls konar hluti sem þau bara muna gett vel eftir en kannski þú glemdir eða ég hef búin að gleyma það, eitthvað þannig ég tek svona innblásturinn þaðan og og eins og við sögum á hann, sumri fyndir, sumri alvarlegir sumri eitthvað sem er ekki múið að gleyma sumt eitthvað sem rættum ekki þannig að þið veit ekki það er herru, þannig ég ætla að taka lyftuslagsmálin hjá Solange segð mér frá og Jay-Z sem sagt, Solange er ég ætla bara að kalla hana Solange restan af þessu þætti Solange hún er systir Beyoncé og eins og við veitum er Beyoncé og Jay-Z gift þannig að hún er mákona já. Er það ekki? Jú. Hún er hvað er Svilfkona, Svili, hvað er það náttúrulega fyrir? Ég myndi segja að Lillbróður Gunna kæristan hans hún er Svili minn já, Svilfkona þín ok, allavega Solange og er mákona Jay-Z og þetta sérst gerðist þetta gerðist árið 2014 og þau voru að fara úr eftirparti eða hvort þau voru að fara í eftirparti annarkvort eða eftir Met Gala og og þetta er einmitt bara svona tekið upp öryggismyndavélar, eitthvað sem við áttum ekki að sjá gerist bara inn í lyftunni og það brutist bara út átök á milli hennar Solange, sýstu Beyoncé og Jay-Z, en Beyoncé er hann inni líka sko. Hún horfður bara á eða ekki hún bara, það er bara eins og hún hefði bara þú veist, bara orðið að einhverju ég veit ekki, svona mannequin ég veit ekki íslensk, bara hvað ég veit ekki þið veit hvað ég meina, hún bara stóð þarna bara alveg kyrr bara, og bara svona valla skilur, bara fraus einhvern veginn og og þetta var bara, þetta er alveg frekar svona þú veist, hún er ekkert að hún er alveg að ráðast á hann sko. Og hann er náttúrulega, hann er ekki að ráðast á hana tilbaka en hann er að íta henni frá sér samt. Já, skiljulega. Hann er alveg sko stopp og svona, þú veist, en það er ekki eins og þau hefur verið í slagsmálum, þú veist. Nei. Þannig að hún hefur verið að berja hann og hann hana, skilju, en þetta var bara augljóst þú horfur á þetta, þú veist, það var ekki með neinu hljóði en eitt slíkt, en þetta er bara augljóst þú horfur á þetta að hún er reið út í hann. Þú veist, það er bara, þú sér það bara. Já. Hún er bara brjál út í hann. Þannig að augljóslega þá bara eitthvað þegar þetta leikur síðan á netið þá er fólk bara, jæja what the hell, af því að Beyoncé og Jay-Z er svona par sem maður heyri aldrei neitt Nákvæmlega. Og þau, þú veist, nema þau gefa út sjálf þú veist, allt með framhjáldan, allt það er eitthvað sem við myndum ekki vita nema þau hafa sagt okkur það algjörlega. Þannig að það var allir bara alveg rosalegt voru komnir eitthvað svona kenningar af hverju þetta var já, og þá þú veist, einmitt fólk var svona frekar fljótt að setja saman bara svona þrautina, bara svona ok, hvað er í gangi þetta og þá haldi ég fram og þú veist, bara flesti svona heimildamenn eitthvað svona í sem kannski þekka til, ég veit ekki, þú veist
kokksinn sem heima hjá með Guð má vita hvað þau töluðu þetta væri út af þetta var afleiðing af einhverju dramatík sem að fatahönnurinn Rachel Roy tók þátt í og það var einu af þeim sem að hann var sakaður að hafa verið að halda fram hjá með skilur þannig að þetta var eitthvað svona þú ert að gera systur minni eitthvað og illa með þig hún það reið hún bara ræðist á hann skilur það er alveg mjög reiður til þess það er alveg mjög reiður til þess og þú veist á þannig sé public stað ég veit að þetta var hann í lift og allt það liftan mun komið til með að opnast og loka skilur þetta var bara þannig að hún réð bara ekki við sig skilur en þetta var að öllum líkindum af því sem við höldum var þetta út af einhverju sem hann hefur gert Beyoncé af því að eins og við sáum líka af hennar hvernig hún brást við, hún Beyoncé sjálf hún bara stóð þarna, þetta var pínu svona eins og hún væri bara svona hann áttskilu þetta má gerast, ég er ekki að fara að stoppa þetta skilur og svo vissi að sýsti sín hafði rétt fyrir sér skilur mig svakalegt, en svo sagði hún þetta í lagi með Nicki Minaj eitthvað svona man ekki nákvæmlega setningar sem hún sagði en hún sagði eitthvað svona when there are $1 million in an elevator og þá svona lét hún þetta svona lúkka eins og þau eru ógeðslega rík það sem var að rífast maður svona, heyrðu hjálp, þetta út af einhverjum öðrum peningum þú veist, þetta út akkur ætti þetta verið út af peningum ég veit ekki, það er bara nett að segja þetta í einhver rapplagi með Nicki Minaj I don't know $1 million in an elevator hún sagði jú hvað lagar Videophone nei, það var ekki það er með Lady Gaga $1 million in elevator ég með þetta lag heila mér næst ekki að koma inn orðum út hvaða lag var þetta? Þetta var eitthvað með Nicki jú, þetta var Flawless remix með Nicki já $1 billion in an elevator það er svo les já, hún segir eitthvað svona syngdu nei ég er ekki verið að syngja þú varst búin að taka það fyrir okkur já og hérna er ykkur mitt á netinu ég elska interneti búin að reikna saman hvað voru margar milljónir í þessu elevator hvað voru margar ég get ekki eins og sagt þess að tölu af því að Beyoncé og Jay-Z hafa svo stórt svo net worth saman en Solange er worth $5 million anyways, þetta var út af því að hann gerði systurinnar eitthvað punktur ég mun lifa og falla með þeirri kenningu ég myndi trúa því ekki, hvað ert þú með? Næsta fyrsta hjá mér ok, eitt sem mjög skrítið ég veit ekki alveg hvort það sé skrítið að tala um þetta en ég sá þetta, ég hef aldrei heist um þetta hvað er þetta að fara að koma? þegar Lindsay Lohan reyndi að stela börnum og enda að vera kild í andlitinu já, ég sá þetta ég sá þetta sko þetta er svo skrítið oh my god, já, þetta er ógeðslega fyndið þetta var sérst, hún var að hún var livestream á Instagram ég man eitthvað að tekið þetta fyrir TV-gunar ég man það ekki, alltaf ég man ég horfði á þetta, ég var bara hvað er í gangi? og ég held sko ég hef bara verið að horfa á livestream já, ok, ég fann ekkert vídeo á þessu livestreami nei, hún er bara búin að borga það er búin að eyða þessu já, þetta var sko að fyndast það í heimi þetta er svo skrítið sko þetta var bara svona þetta var múslima fjölskylda er ég alveg viss eða þú veist, hún var með burku konan já, sýrlenskar í fréttinu sem ég las einmitt, þú veist, allavega ég sá bara að konan var með svona burku yfir ég man eitthvað hijab yfir andlitinu og þau sátu eitthvað svona á jörðinni og þá, þú veist þau voru ekkert endilega heimilsins, ég veit það ekki allavega þau voru eitthvað núti og hún byrjaði eitthvað svona og það voru svona ungi krakkar og ég bara tala upp frá my memory, þú leiðir eftir það sem þú ert með og hún er eitthvað að tala við þú eitthvað svona og svo er hún bara eitthvað svona come with me og ég bara svona, það er svona pínu eins og hún sé á ykkur já, hún er ekki með eitthvað hreim hún er alltaf með breskar heima sín sem hún, Lindsay Lohan er alltaf ekki bresk eða ástralíska, ég veit ekki hvort það er skilur sem hún er að reyna að vera með, en veist ég, hún er með hreimin sem er eitthvað ég ætla ekki að reyna þetta og ég bara að segja come with me og svo er hún bara eitthvað svona orðingið ágeng og er ennþá að livestreama þannig til að, þú veist, bara fóreldri var bara fokka þér í burtu hvað taka börnum mín bara þú veist ekki að taka þau hún, þú veist, það sem að stendur í fréttinni er að hún var að reyna hún vildi meina að þau voru að gera eitthvað mannsal það var eitthvað mannsal í gangi einmitt. en það var, þú veist, í rauninni engin
alltaf ummerki það, skilur ekki neitt þannig að hún bara náttúrulega kílanum í andlið bara, hvað að gera, láta börnum við vera shit, ég man svo vel, ok, greip fram í fyrir þína sögu, sorry, en ég bara man því að ég náttúrulega sjá ekki vídeóið, sko, þannig að ekki að sjá heyra hvernig það var og þetta var svona kvöld, hún var eitthvað úti það var svona semi-dimmt og svo skrítið þetta var svo skrítið, sko en þú var með good intentions en svo skrítið og líka, ef þú hefur áhyggjur af einhverjum börnum, þá hringir þú bara ekki livestream á Instagraminu líka bara svona þótt sett Lindsay Lohan þá mátti ég bara taka börn á fólki hvað ætla að gera við þessu, þú veist bara fara með upp á hótelherbyggi það sé ekki skrítið bara fyrir dúkkuleik þetta er ógeðslega skrítið já, mjög skrítið já ég er með eitt svona frekar skrítið líka á ég taka það er vin okkar Bieber en hann heimsótti Anna Frank safnið í Amsterdam þar sem að eru farið til Amsterdam nei, ég fekk ekki farið sko nei, þú er ekki farið til Amsterdam nei, ég hef aldrei farið nei, bara, þetta er gett merkilegt safnað það og ég fór ánga einu sinni og þú veist, mæli með fyrir alltaf þá sem er að fara til Amsterdam bara gaman að sjá, þú veist, hvar hún actually var og hluti sem að þau actually notuðu á sínu heimilu og eitthvað allavega hann gerði það sama eins og örugglega flestir gera sem fara til Amsterdam myndir ekki alltaf það? alveg på þetta, ég myndi gera en svo eru þau, þú veist, Anna Frank safnið með Facebook og Twitter aðgang og voru bara svona, þú veist, skrifuðu heimsókn Bieber daginn eftir og og í þeirri færslu á Twitter þá sögðu okkur líka hvað Bieber hefði skrifað í gestabókina á safninu hvað skrifaði hann? Hann skrifaði truly inspiring to be able to come here. Anne was a great girl. Hopefully she would have been a believer. Oh my god. Þannig á mjög góðri íslensku þá segir Bieber að Anne hefði verið bara frábær stelpa og vonandi hefði hún verið belieber. Og belieber náttúrulega bara fan, hans fan. Hann er svona að promóta sjálfan sig í gegnum heimsóknina, skilur við? Já, þetta er bara svona eitthvað svona einmitt og þetta var alveg gert mikið grína. Bara svona, þú veist, hvernig fórstu svona sögulegt safn en samt léstu að snúa sjálfa þig. Einmitt. Kannski ekki bara, þú veist, sleppt þessar seinustu setningu. Já, svona, ég vona hann hefur eitthvað belieber, annars er ekki nefnt að vera aðna ef hún væri bara eitthvað Drake-fan. Hann þurfti að tróða því inn. Einmitt. Hann gæti ekki verið bara aðna fyrir svona history, skilur við, og bara galið. Já, það er steikt. Mjög steikt. Æ. Hvað þú með eitthvað sem hefur? Spennt að sjá hvort sem er eitthvað annað. Ok, ég ætla að taka fram þegar Kanye krassaði Taylor Swift á VMAs 2009. Já. Þetta er bara classic. Þetta er náttúrulega ekki gleymt. Ég var að gleyma þessu, sko. Já. Þetta er bara svo fyndið. Það er örugglega allir sem vita þetta samt. Ég er samt að highly doubt þetta, sko. Ekki allir. Ég held að það sé bara eins og að vita að Trump sé forseti. Nei, heldur það? Já. Ég vissi þetta alveg, skilur, en ég var búin að gleyma þessu. Já, ég held að flestir veit þetta, sko. Ok, sleppum þessu. Nei, takk þetta. Ég elska þess að sögu að því að it doesn't get old, sorry, þú veist. Ég er ekki með langa sögu, en ég með langa bara minnast á þetta, sko. Minnast á þetta, já. Þetta er iconic, sko. Já, hún náttúrulega vann besta kvenmannsvídeóið fyrir You Belong With Me og er að gefa ræðina sína upp á sviði. Takk hérlega við, takk mamma, takk pappi. Vá, ertu búin að æfa það? Nei. Shampoo bottles. Kanye labbaði upp á svið og truflaði hana. Hann tók mikrofónin af henni og sagði Yo Taylor, I'm really happy for you. I'ma let you finish. Hann er líka ákveður hann frá Texas. Hann er bara Yo Taylor. Hi Yo Taylor, what's up? I'ma let you finish, but Það er ekki berð í borðið. Ok, oh my god, ég er rauði framar, sko. Ég verði ekki að lífa eftir það. Ok, sorry. Ok, ég ætla bara að gera þetta með mjög íslenskum hreim. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'ma let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Já. Oh my god. Ok, hann er svo að gera lítið úr bara að hún vann þetta. Já, og hún er bara eitthvað Beyoncé þetta vinna þetta. Já. Manstu fyrir hvað lag? 2009, nei, ég man ekki. All the single ladies. True. Já,
sorry. Iconic video. Sorry Taylor, but it was true. Já, You Belong With Me samt mjög iconic video líka. Já, sjálfsögðu og auðvitað átt hún ekki skilið að vera trufluð og með hún að taka móti sem fáránlega stórt moment í hennar lífi. Það skemmt og líka þegar Kim og Kanye eignust barnið sitt North, bara fyrsta barnið sitt saman og tweetaði Taylor eitthvað, yo Kanye eitthvað, I'ma let you finish but Beyoncé had the best baby eða eitthvað svona, já þetta varði náttúrulega ógeðslega petty og þetta stríð eitthvað sem verður síðan að lengstu fucking sögu í heimi nákvæmlega og hvorugt virðist alltaf að droppa. Þetta svo skrítið beef. Af hverju myndi Kanye West eyða tímanum sínum í Taylor Swift? Mínútu. Ég fatta það ekki. Og svo líka bara, eins og ég mann þegar Famous-lagi kom út og hann eitthvað svona me and Taylor might still have sex. I made that beep famous, skilur. Og maður bara svona, þú gafst henni bara vers. Ég veit ekki hvort það verður með eitthvað restricted ekstar. Bitch. Það sveit ég oft. Ég hef verið að passa mig. Ég veit það ekki. Við erum að upplóta svo YouTube. Má þetta? Já. En það? Já, Bretman Rock segir bitch svona annarkvæmt orð. Það eru það facts. True. En já, þetta er iconic moment, sko. True. Ég er alveg sammálaður. En við verðum ekkert að taka fyrir bara alla söguna. Já, bara Taylor x Kanye þáttur. Já, það ándjóks, sko, því að það er bara örugglega 2 tíma þáttur, sko. Og mér finnst líka þetta beef aldrei droppa. Nei. Það er bara ennþá í gangi í dag. Hún grínst 2009, næstu meira en 10 ár síðan. Já, hann var sko bara að tweeta Taylor daginn. Þú veist, þau er ekkert hægt. Nei. Það held ég að eiga bara einhvern arch enemy bara út á engu, basically. Það byrjaði út á engu, bara því hann er bara að vera eitthvað bitch. Af því að hann var blind fullur. Var hann fullur, já. Já, hann sagði það sko í viðtali, bara eitthvað, ég bara I had a bottle of Hennessy og var bara eitthvað í leðurskyrtu og leðurbuxum og var bara eitthvað fuck this world. Það er samt hvað fyndið, þú veist, þeir eru bara hana full, skilur, bara að hafa gaman. Átt að segja á því kannski bara tegur mækinn í smá, þetta er gæði fyndið. Já, bara já. Ef ég myndi gera það þig, var þetta gæði fyndið, en þú veist, þetta fer bara út allan heim, skilur. Já, og þetta gleymist ekki. Já. Og þú veist, það er alveg frekar mörg drama sem hafa komið upp á svona verðlaunahátíðum sem tengjast Beyoncé. Já. Það er gæðið merkilegt, eins og ég man ekki, þetta er eitthvað sem ég bara muna núna, þannig ég er ekki búin að rannsaka það, þannig ég er ekki með, þú veist, ártölun rétt. En þegar Adele vann fyrir plötuna sína. Adele. Já. Hvað sagði ég bara Adele? Já. Já, Adele-talvan. Adele vann Grammys fyrir bara bestu platan eða eitthvað. Sama ár og Lemonade kom út. Veitu. Já, og en platan hennar Adele var náttúrulega geggjuð líka, sko, en Lemonade var náttúrulega bara fucking Lemonade. Ángríns. Og hún verið bara svið, vinnur hana, er búin að vinna eitthvað besta lagið, búin að vinna eitthvað þannig, allt sem að þær voru báða til það til og aðrir. Svo vinnur hún, hefur ekki séð það? Nei. Svo vann hún, þú veist, Album of the Year og í stað fyrir Lemonade og hún fer upp á svið og hún er bara eitthvað svona búin að vinna eitthvað svona 2 röð áður og er hún ekki svona, er að koma overwhelmed og þriðja skipti upp á svið og þetta var sko þegar Grammys síðan fór á neti eða þú veist, var hægt að horfa á eftir þá búið að klippa þetta út. Okay. En hún fer eftir upp á svið og er bara eitthvað svona sorry, ég er bara getið tekið að móti þessu bara Beyoncé og Beyoncé er bara fyrsta bekkarna beint fyrir fram og hún bara horfa á hana og bara þú er átt að vinna þetta, ekki ég þetta grínast í mig bara eitthvað svona og ég bara segja bara þú inspirar mig svo ógeðslega mikið þú inspirar svörtu vini mína svo ógeðslega mikið. Var þetta klift út? Já, herru, hún brýtur Grammyinn og er bara svona eins og bara atriði í Mean Girls sem bara við ætlum að deila þessu. Æi, besta. Já. Og Beyoncé er bara nei, stopp, skilur, hvað það bulla, skilur, eitthvað svona, no, you, eitthvað verið eitthvað gett humble tilbaka. Og þannig, en ég held bara að þú veist að þessi, the disrespect að hafa brotið þetta. Hún braut bara Grammys. En líka bara, þú veist, hún á að vera thankful, skilur. Já. En come on, skipti þessu eitthvað niður. Þú veist með 2 geggjaðar konur hana. Já. Akkur... Það er náttúrulega bara eitthvað gest, sko. Þetta er bara eitthvað nefnd. Já. Og þetta er bara eitthvað svona ógeðslega kontroversial nefnd að því að, þú veist, þetta er alveg sem alveg mjög kontroversial hver vinnur og hver ekki. Það er líka asnalegt. Já, mjög. Af hverju er þetta ekki People? Ég veit að til People's Choice Awards. Já. En svona stór verðlaun. Þetta er eitthvað með eitthvað svona tónsmiði og eitthvað, ég veit það ekki maður.
Já, ok, hann bara elita sem velur þetta 100%, það málið sko og það þú veist, ákveður það alltaf verið eitthvað svona að mér finnst í hver skipti að hverju ári þegar það kemur að Grammys þá búið að vera eitthvað svona kontroversis í gangi í kringum það, hver að vera hóstinn eins og þú veist, það átti að vera var það ekki Kevin Hart sem átti að vera hóstinn fyrir Grammys Jú, það ekki og svo átti hann að beðast afsökunar ég ætla bara að double checka það er mjög þú veist, hvort hann átti að vera hósta eitthvað öðru nei, hann átti að vera Óskarnum en báði tveir viðburðir, skilur hafa verið alltaf með svona pínu kontroversis í kringum þetta, að þetta bara eitthvað stjórn stjórn sem setur og ræður öllu aðna blúblí bla bla, skilur blúblí bla bla, þið fattum ekki já, en það fælt ekki að stygt að vera bara í þessu nefnd já, og líka bara eins og að þið vorum að tala um þetta og ég man að þegar platan hennar Beyoncé var nýkomin út sem bara var bara Beyoncé platan þess að Flawless og Drunken Love og eitthvað og þá átti hún og Jay-Z að koma fram veist, og syngja á Grammys og það búið að segja við þið megi ekki segja veist, þið megi alls ekki segja í beinni Eat a Cake Anime bara banna, þið megi alls ekki segja og það var búið að ræða þetta og fólk vissi að þessu þannig að þú veist, ég man þegar ég var að stríma þetta bara beint og ég var bara hvernig þetta komið svo frá sér bæði Beyoncé og Jay-Z, þetta er bara partur í Jay-Z versinu, taka undir þessum partur að segja þetta okay. og ég verði ekki ég var alveg smá svona ok, illa gert þú veist, þetta er ógeðslega ljótur partur þetta er það og þau hefðu átt að sleppa þessu af því að þau eru veist, sorry að dissa fucking Tina Turner og það er ekki fallegt þannig að, fyrir þá sem ekki vita kannski hvað, þetta er sérst hann segir í versjun sínu Eat that cake anime og anime er alveg nafnið hennar Tina Turner og Ike sem var fyrirvændi mann hennar það er atrið í myndinni What's Love Got to Do With It þar sem hann er, þú veist, hann er ógeðslega ofbeldisfullur og ógeðslega við hana og það er eitt atrið sem hann svona forsa niður köku í andlita á henni og svona einhvern veginn slammar hann í kökun, þetta er bara ógeðslegt atrið hann þetta er ekki fallegt þess að vera að syngja gróft að sitt í lagi sitt já, þetta var ástalag einmitt Drunken Love já, hann þetta er mjög skrítið en anyways, ok er hann bara að segja að hann ætla að gera þetta við hana eða hvað? Já, bara svona ég ætla að stjórna þér þetta er svona þannig einhvern veginn þetta er weird þetta er weird og þau tóku bæði undir en eins og segja það er alltaf eitthvað kontroversis í kringum Grammys true okay. Hvort með næst? Ég að þú vorum að tala um beef þá er ég með beef það er mikið beef á millum Mariah Carey og J-Lo já við hefum rætt Mariah Carey áður já hún er vinkun okkar jólin það styttist í hún var vinkun okkar annars fíla ég hann ekki allt og mikið nei, ég er ekki big fan og nei, ég stend bara við það já og sorry, þú veist, sumi fíla eitt og hinn fíla annað, þannig whatever en J-Lo, það er vinkun okkar við elskum J-Lo það er sérstaklega góð vinkuna þín já, mjög góð vinkuna mín við höfum ekki tala um þetta í podcastinu nei, við höfum ekki gert það en Sunna fór að leika við Jennifer Lopez já, ég hitt hana bara í bakherbygginu í Las Vegas já eftir tónleikana hennar já, galið þegar hún var með Las Vegas Residency já. Þú veist, það er alltaf út við að einni stjörnu, svona residency já, hún er með þegar hún var með Las Vegas já. Galið já, mér var svo sett boðið á vegum Inglot hérna á Íslandi að fara út til Las Vegas að fagna nýju línunni Galið með J-Lo og Inglot þeir voru að gera gáð línu 2018 og ég fekk bara að fara 2018 what the hell? Þetta er bara í fyrra nei, þetta er svo langt síðan mér líður þessi 5 ár síðan sko. Svo, ég vildi óska þess að ég geti upplegað þetta aftur þetta var bara besta ferð bara sem ég farið í það voru 2 dagar 2 dagar já, þetta voru bara 2 dagar ég flög til fucking Las Vegas og var það í 2 daga og líka bara alin það var ekki einn Íslendingur með mér enginn á vegum Inglot eða neitt þannig ég var bara ein, ég vissi aldrei eitthvað svona, hverjum ég að vera með eitthvað ég fór bara á Instagram og fór í hashtaggi InglotXJLo fann gælurnar sem voru að vera hana það voru fullt eitthvað risastórum bara svona mjög og ég bara fann þær ég bara sendi þeim skilabóð á Instagram bara hæ, má ég vera með þér og þá var þú veist stelpan sem að ég tala um svona ísk
ég talaði við hana, hún var ekki það stór en núna í dag hún orðin hjút Já, á samfélagsmiðlum Já, á samfélagsmiðlum Hvað hún komið í dag? Hún var alveg með mikið, skilur, svona 200 okkar en núna hún bara risastór, sko, ég man ekki hvað mikið hún bara að gera svo flóta hluti, sko bara, það er svo gaman að sjá þetta, sko Já, geggjað En það var fullt af eitthvað svona frægum youtuberum og þetta var svo skrítið maður og ég var svona, hvað ég að gera þeim? Nei, sko líka því að svo markilegt að því að áhrifaldastemmingin eða, þú veist, influencer, whatever, skilur hefur alltaf verið svona 10 steps ahead erlendis, skilur Fyrst skil sem eitthvað svona Íslandi sem ég veit af ég held ég veit ekki neitt svona stórt Ekki, þetta er J.Lo ekki svona stórt, nei Ég veit fullt af einhver svona brandferðum, skilur en ekki bara, þú veist, ég fekk bara persónulega gjafir upp á svítunum mína sænað frá J.Lo og svíturnar sem ég var á á stæðsta hótelinu hvað heitir það, The Palm eða eitthvað Var þetta ekki á The Palms? Jú, það sem Adrian Adrian já og á 1% Svítina sem ég var bara eitthvað rugl en svo fórum við yfir á Venice hótelið sem svona fenni svona bara lækur í gegnum og þess bara þú veist, ég veit ekki, ég held að enginn sem ég þekki á svona stóra íbúð eins og herbergi mitt var ég var bara, ég var svo til pældi þú að vera með mér pældi hvað var gaman Herru ekki getað logi, bara svona, herru, hún hérna Öruglega Bara svona support, þú hefur bara ekki getað komið með mér inn á Skeinarinn minn My personal viber Ég er að tjóka Nei, en já, svo fórstu á að við verðum að vita með J.Lo Þessi fórum hann að fengum bara allt geggjað bara VIP þegar við mættum og þú veist, ég var samt bara ein þú veist, það var engin hópur, skilur, ég mæti bara ein og fyrir bara svítuna mína og bara þannig að þú veist, ein upp á herbyggi með fullt af þessum pökkum, bara beats og eitthvað, skilur, frá J.Lo og bara rugl og svo er bara event, skilur, þá mæti ég niður og þá bara fyrir við mat, við hittum þessar ískustelpuna og við löpum saman og eitthvað fórum okkur event það sem við erum bara út að borða og eitthvað svaka næs, svo daginn eftir þá fyrir við í svona masterclass með förðunafræðingunum hennar heitir ekki Scott Man það ekki ok, dottir út mér geggjaði förðunafræðingur og ég var rosalega spennt fyrir þessum masterclass og fórum hann hefur líka farðað alveg marga sko já, og rosalega, hann er mjög frægur sko og hann já, þú veist, þetta var bara eins og í Beverly Hills bara svona brunch vibes og það var bara svona, ég var svona, hvað er ég? Out of this world já, það var eitthvað annað sko, svo ég bara eitthvað stríðaskóm og eitthvað skilu algjör lúsur frá Íslandi nei, ekki lúsur allir hann að tölu, þú veist, fyrsta máli bara enska skilu já en voru samt ekki allir bara, oh my god, Iceland jú, en þú veist, já allir okkur hjúti og bara eitthvað peðan að hliðina allum en ógeðslega gaman, ógeðslega þakklátt fyrir það og svo kvöldið þá fórum við út að borða og svo beint á tónleikana og vorum hann bara í svona lounge eða svona sem maður getur dansað á staðið og okkar skilur, þetta var mjög svona front alveg upp í sviðið en samt svona exclusive bara sem svona box eitthvað svo eftir tónleikana fyrir við baksviðs og fá mynd með henni svona professional mynd og svo fyrir við upp í dressing room með hennars hældi því þarna hefur hún bara búin að skipta fett já og hann var bara, þú veist, þú var bara að chilla með henni í svona 5 tíma eða eitthvað og hann að make-up artistin hennar akkur er manni hvað heitir hann átti ammali þannig að þið voru með eitthvað svona já, og það var bara kaka fyrir hann og þú veist, hún eitthvað að, þú veist, óska besta vinni sín bara til hamingju ammalið og eitthvað, það var svo persónulegt allt þú veist, hún var bara hann bara get chill, bara að chilla með okkur hann er Scott Barnes Scott, og þetta er svo grillað, þú veist, hún var bara svona jafn alveg mér og þú bara já, nákvæmlega ég var bara, já, talar eitthvað við hana, eitthvað svona meira ekki persónulega nei, bara svona innan hóp og svona nokkur bara sátum svona neðinni og varum að tala og svo bara tónlist og hún var að dansa og þú veist, svo varum að þakka fyrir svona línuna og þú veist, komin á hvað ég var svona, hvað er ég að gera þú veist, okkur er J.Lo og ég í sama herbergi, þetta er svo steikt án djóksamt svo skrítið sko en þetta er iconic saga iconic ferð við þurftum bara að taka þess að sögu aðeins árum við förum bara til svona að segja þú veist af hverju við elskum J.Lo já, algjörlega og af hverju þú veist, það er ekki ástæðan við elskum hana fyrir en af hverju er svona ekstra, þetta er svona vinkona mín það er persónulegt, skilur, já, að sjálfsög og það er svona í þessu bífi mitt á milli Mariah og J.Lo að þá augljóslega erum við kannski með hlið við erum ekki hlutlausar en þetta byrjaði í rauninni í kringum árið 2000
Mariah var þú veist, ykkur í sjónvarpsviðtali og hún spurði álit sem nokkra popstjörnur eitthvað, hvað finnst þetta, hvað finnst Beyoncé, hún sagði, minnst hún ágætt og góð textahöfundur og hún ágætt, einmitt, ok svo spurði eitthvað svona, þetta er 2000 skilur, þú veist J.Lo og búin að geta hellingalögum J.Lo geggið, sko ok, hvað finnst þetta Jennifer Lopez og myndu, þú veist, þau eru öll í þessum bransa, skilur þetta er eins og eitthvað myndi spurja okkur eitthvað svona, hvað finnst ykkur podcasti hjá Sölva Tryggva? Bara, ég veit ekki heyrt það Nei, og hún segir eitthvað ég þekki hann ekki, ég veit ekki hver það er já, þetta er fáránlegt oh my god, held ég að vera svona með raskat hausni í raskat já, ándjóks og þetta er, þú veist, auðvitað áttu bara alltaf að vera þannig, bara allir geta unnið það geta allir unnið, skilur, þetta á ekki að vera eitthvað samkeppni þetta er ekki samkeppni, þið er bara allir að þú veist, þetta er allt artistar, allir að gefa út sitt, þetta er ekki keppni nei, og þetta er öll misjöfn, skilur og þú veist, J.Lo og Mariah Carey tónlistin per se svart og hvítt, skilur bara 100% ekki að sama, sko nei, ekki neitt, en þarna byrjaði bara svona, þú veist óvinna sambandina gæsalappa myndi ég segja sem ennþá til staðar í dag þú veist og og þetta er bara búið að vera svolítið svona skot fram og tilbaka síðan þá svo ég viðtalið eitthvað sem J.Lo var í þá hann spurði út í einmitt svefnrútínuna hvernig sefuru sem er leðilegt að því hún lítur út fyrir að tvítug þegar hún er 50 og hún er 60 aldrei sko já og hún segir já ég sef 8 tíma hverja nótt og svo Mariah Carey í viðtalið eitthvað setna og hún segir eitthvað svona, já, ég myndi einnig sofa í 8 tíma hverju nóttu ef að ég væri ekki að syngja lögin mín sjálf. Oh my god. Svo bara hvað, var það í New York árið 2017, þar sem Mariah var gripin bara glóðvolg við það að mæma lögin sín á gamlárskvöld. Legðu allavega á þig að syngja á gamlárskvöld, já, á gamlárskvöldi, sko. En hún var bara svona, það er þetta að horfa á þetta, sko, þar sem hún er bara New Year's Eve, New York 2017, Mariah Carey. Það er svona varst að reyna að fela þetta þetta er bara fáránlegt það var eitthvað rugl sko segja J.Lo mæmi lögi sín sko já ekki lagi sko það kemur allavega nú rosalega harri átt ef að Mariah Carey allavega að segja þó kannski ekki hafið þurft að gera það eitthvað mann til að slasin eða eitthvað okkur tónleikum einmitt come on come on herðu ég meitt svona frekar heavy ok ef að fara bring it er tilbúin já Caitlyn Jenner sérst pappi Kylie og Kendall og annara líka 2015 þá lenti hún í hræðilegu bílslysi já, hefur heyrt þetta? Ég heyrt þetta, já sem endaði á því, aflengjum á því var að 70 kona dó held í þessu og einmitt, hún sem sagt Caitlyn var á stórum bíl bara svona stórum svörstum trukk eiginlega eða svona þú veist jeppalinga einhvern veginn og keyrði á bara svona lítinn hvort það hafi ekki verið Lexus eða eitthvað lítill bíl bara. Já, bara lítill bíl og í rauninni fer hún á Caitlyn fer á hinn bílinn og hinn bílinn fer yfir hina akrinna og klessir annan bíl á eða... Já, ég held það var ekkert farið eitthvað rosa mikið að þetta mál var bara þakkað. Já, ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta þetta gerðist nefnilega. Þetta var bara þakkað. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt og 2015 ég er alveg, þú veist, þau voru ennþá saman til þess hann og eða hún og Kris Jenner voru ennþá saman þá og þannig að þú veist, þetta var bara þakkað mjög fljótt í þessu. Það var alveg svona, þú veist, það voru þessi kona átti börn og svo stjúbörn og stjúbörnin reyndi að kæra þetta fram á þú veist til að reyna að fá pening út úr þessu og Caitlyn Jenner vann það mál og að því að þú veist þau stjúbörnin gátt ekki sýnt fram á það að peningur frá það að missa stjúbörnum sína hefði verið það mikil peningalegu missir fyrir það var svona þau voru ekki búin í sambandi við hana og voru það að byggja um pening þannig að þetta mál varð aldrei í raun neitt stærra en það hefði dóttir hennar vilja gera það þá hefði það kannski geta orðið bara morð af gáleysi ef það hefði reynt að rannsaka það þannig þetta var bara skráð sem slys þá þetta var bara skráð sem slys, já og þetta var bara svolítið svona dismissað ég reynir bara hægt að segja það veist. Og það er svona erlega erfitt skilur veist, að finna einhverja heimildur þetta því það er í alvörunni eins og þess að hefur bara kipta netinu já akkur vil fólk tala það þegar samt sem áður nei, að því að þú veist
einmitt. Þetta náttúrulega bara hræðilegt slys. Þetta það. Sem alltaf, það einu sem við vitum, skilur við. At this moment það einmitt það einu sem við vitum, en þú veist, oft veit maður svona sem hluti sem að stjörnur lenda í. En þetta eitthvað sem að við... Mikið eitthvað sem að, bara svona... Já, þetta heavy. Rosalega heavy fyrir Caitlyn, skilur við, að lifa með þessu. Algjörlega. Þannig að þú veist, að fá okkur tabloids bara þetta. Já, sem hefði samt verið svo típist. Já. Þú veist, að því að þessi tabloids og þessi fjölmiðlar hafa ekkert verið að linna á öðrum málum, skilur. Eins og þegar maður gangi gegnum ferli eða kynleiðréttinguna, þau voru ekkert easy on her, sko. Þannig að þetta alveg svona pínu svona, vá, þú veist, hægt að borga fyrir eitthvað sem ekki á neyðinu. Já, nákvæmlega. Eða var einmitt það bara of tekki að gera það. Við vitum það ekki. Við hefum ekki hugmynd. En þetta svona skandall sem að, einmitt, margir hafa gleymt eða bara, einhverja ekki vita af. Nákvæmlega. Já. Veistu með eitthvað? Herri, ég með smá bíf bara. Ói, við elskum gott bíf. Létt að lagra. Frutan kjötið, við elskum ekki bíf. Nei, við erum ekki mikið fyrir bíf fyrir þess að skvísa hérna. Duff systurnar, Hillary og Hailey Duff versus Paris Hilton og Nicole Simpson. Paris Hilton og Nicole Simpson? Já, þeir voru bara í það miklu feudi við þær. Nicole Simpson? Maður kann skrifa Nicole Richie. Akkur... Ég literally copy-pastaði samt úrgarafrétt. Það Nicole Richie. Já, veist, af því ég veit ekki hvernig Nicole Simpson nema það konan sem O.J. Simpson draf. Ég vona innilega að ég hafi skrifað þetta vitlaust frekar en að fréttin skrifa þetta að ég copy-pastaði þetta. Hvað heitir þarna Simpson-gælan sem ekki fræg? Jessica Simpson. Jessica Simpson, ok. Þetta á að vera Ritchie, það hlýtur að vera. 100% og ég tek bara skot fyrir þetta sérna. Shots. Já, því að þær voru í bífið hana og þær gerðu bara heila bíómynd til þess að gera grín af Simple Life sem svo með Paris og Nicole. Já, oh my god. Sem hétt svo Material Girls. Já. Svo góð mynd. Ég man ekki eftir að sé hana. Hefur sé hana? Ég man það ekki. Pottet, þú pottet hana. Já, pottet. Hún er góð, sko. Mér fannst hún góð þenn tíma. Það svona iconic. Ef við verum, ef við ert í það miklu, þú ert bara með það, ég veit ekki, mikil völd að geta bara svona, ég þólaði svo ógeðslega lítið, eða bara gera heila bíómynd. Pældi ykkur myndi bara hata okkur það mikið, myndi gera bíómynd okkar líf. Já, það ógeðslega fyndið. Það geðveikt. Ús, bara í mægin. Það eru völd, sko. Það eru völd, sko. 100%. Mér finnst það ógeðslega fyndið. Ég með annað pínu heavy, vá. Ok. Ég er alveg góð skapi annars. En það tengist einmitt Nicole Brown Simpson. Já. Og við ætlum ekki að fara í morðið eða neitt slíkt. Er eitthvað sem við gerum bara seinna. En O.J. Simpson sem sagt, það kom út bók sem hét If I Did It eða Ef að ég gerði það. Stopp. Nei, sem er sko bók eftir höfundin Pablo Fenjives. Ég ekki bera sitt nafn hans fram rétt en Pablo. Já, Pablo. Pablo skrifaði bókina út frá sögn O.J. sem hann segir það. Og í bókinni setur þá, ef þetta er rétt hjá Pablo, þá setur sér Simpson fram tillögu að hvernig hann hefði framið morðið á basmósinni, Nicole, og kærasta hennar, Ronald Goldman, ef hann hefði gert þetta. Oh my god. En hann var náttúrulega dæmdur saklaus í málunu, eins og við veitum, sem fáránlegt, af því að það var hellingur af svona gögnum sem bentu til þess að hann hefði framið þessi morð. Já. Og fyrir þá sem ekki sé People vs. O.J. Simpson á Netflix á mæli með ógeðslega góð þáttir og en svo kom eitthvað fyrrverandi umboðsmaður hans O.J. og sagði að Simpson hefði ekki verið þátttakandi í að skrifa þessa bók og hann sagði þetta er ekki skrifa út frá sögn Simpson. Nei. En hann samþykkti samt að fá pening fyrir bókina. Þá ertu að selja sálina þína, þá ertu að segja já, þú mátt setja mitt nafn á þetta. Oh my god. Mér er alveg sama hvort að þú hefur verið, mitt. Hann bara, hann er bara ekkert pælt í ok, peningur, já, til að. Já, ég brosa til hennar pening, bara, og Gæinn bara gerði það sem hann vildi og hann bara, kannski ég hefði gátt að gera það. Bara fárlegt, og líka sko bókin var, útgáfu bókunna var aflýst stutt eftir að þetta var, tilkynnt í nóvember 2006, en það voru samt prentu 4.000 eintök af upprunalega bókinni. Og í júní 2007, árið seinna, þá var eintökum lekið á netið. Nei, Já,
þannig að það er nefnilega hægt eitthvað staðar in the dark web að hægt að finna þessa bók. Oh my god. Ég alveg til að lesa hana, sko. Já, ég til að lesa hana. Bara til þess að gaggrina hana, sko. Og bara til þess að vera bara, þú ert svo heimskur. Þegar bók hætt í framleiðslu, þá langar mann að lesa hana. Það er máli. Og það er bara galið líka, þú veist, að þessi bók hafi breytt að vera hugmynd hjá einhverjum. Og ennþá vera fárlegt. Hann var bara gæn sem var skrifið og bara geggjað, skilur. Og hvað, ég náða að sæna hann, fá hann til að tala þetta. Geggjað. Og ennþá vera fárlegt, þú veist, bara O.J. Simpson hafi verið bara það gráður í peninga sem að, þú veist, umboðsmaðurinn sagði. Hérna, hann sem skrifa bókina segir hann þá í dag bara eitthvað, nei, ég var að skrifa þetta út frá, ég myndi skrifa frá bók núna hvað þú myndi segja, skilur. Hann, if I did it. Ef eitthvað er búin að lesa hann, senda eitthvað skilfa. Please, það væri geggjað. Það væri geggjað. Svakalegt. Erst þú með eitthvað meira skemmtilegt? Ég ætla að koma eitt sem stuðan eftir fyrir okkur. Ok, elska. Það er samt að smá svona sjokk fyrir mig, ég veit ekki hvort þú veist þetta kannski, þú veist allt. Nei, ég veit ekki allt. Þegar, ég kann ekki til þess að skrifa, þannig að veit ekki allt. Þegar það byrtust myndir af Kate Moss taka kókain árið 2005 og Chanel og Burberry bara droppuð henni. Nei, hafði ekki hugmynd. Ekki heldur. Það var brútal. Smá svona Serena Vanderwood, svona vibes, hún var algjör svona party girl. Já, ég hef ekki hugmynd. Ég vissi ekki að hún væri svona wild. Það er listinni þannig að hún var svona wild en það var aldrei staðfest, skilur. Nei, bara svona einmitt. Það er svona viss að hún væri að taka eiturlyf en það var ekki til myndir að því. Það var ekki þetta að sanna það. Já. Við vorum að nota hana að því hún var aðal svona hotshot, party girl, svona eins og Serena en svo hún leiði að koma myndir að henni gera þá bara dropped. Þá er þetta, wow. Pældi ég að vera bara með samning á Chanel og Burberry og bara fokka því upp með eitthvað svona vitleysi. Þetta er bara náttúrulega bara bull. Já. Og býtu, þetta var 2005. Já. Og veistu eitthvað, sástu þess að mynda? Nei, ég sá hann ekki reyndar. Nei. Mér langar eiginlega ekki að sjá hann, efst. Mér langar bara að vita the scenario, er hún á okkurum skemmtistað? Já, hún átti að vera á skemmtistað. Einmitt, þá ertu ekkert mikið að fela þig líka. Nei. Er það nokkuð? Ekki nema að það hafi verið, þú veist, á svona private room eða eitthvað, skilur. Já. Ég meina. Galið. Allir gera mér stögg, skilur. En hún hefur verið sober bara í ykkur nokkur ár eða eitthvað. Já, einmitt. Ég vissi þetta ekki hana, sko. Ekki heldur. Hún hefur alltaf, þú veist, þetta er bara einn frægasta fyrirsæta bara í heiminum. Já. Það er svolítið galið að heyra það, skilur. Og líka það að henni hafi verið smá svona, hvað sem bara forvörd. Statement, já. Og líka forvörd hjá, bara pínu ánum með Chanel og Burberry, bara vera eitthvað svona, hei, við líðum ekki svo kjaftaði. Einmitt. Þegar, en samt þið vissi alveg hvernig var, skilur. Þú voru til í að allir héldu það, en þegar allir vissu það, þá voru bara, ok, þetta getur verið slæmt fyrir fyrirtæki okkar. Já, sem er alveg kannski rétt. Já, þau eru svona, hey, come on, getur gert það. En þau eru pottet búin að sæna hann aftur í dag. 100%. Eins og þú segir, skilu, þetta er eitt af því sem er glimt. Já, bara snýr lífunu við og bara tók sér í gegn, skilur. Allir eiga að skilja annan sens. 100%. Ekki allir. En margir. Flestir. Við erum alveg með sumar sem fá ekki annan sens, en það er bara þannig. Talandi svona myndir sem að áirinn ekki að nást að fólki næst og býr til helviti skandala. Ég er með hérna Kristen Stewart. Besta mín. Hérna vinkun okkar úr Twilight. Ég verið þess að ekki miklir aðdáðandir. Ég er ekki mikil, nei. Það er bara eitthvað sem ég veit ekki hvað það er. Bara sorry, ég næ ekki að pinpointa hvað er við Kristen Stewart. En ég fíla hana ekki sem leikonu. Nei. Bara hún í Twilight er líka bara skrýtnast það sem ég veit. Já, og líka þar kynntist maður henni, allan fyrir mig. Já. Og Átó, fyrir mér, hefur hún bara verið sama típan. Hún hefur ekki náð einhvern veginn að sanna sig í einhverju öðru hlutverki að hún sé svona vandrarleg leikona. Já. Fattar þú mig? Ég sé hann bara fyrir mér ennþá svona vandrarleg. Vandrarleg, þú veist, kannski leik hún bara Twilight hlutverki það vel að við erum bara svona, hún er bara vandrarleg manneskja. Ég held að þú ert að móðga þú veist Twilight bókalesendur með því að segja ég trú ekki að karakterin eigi að vera svona, sko. Þetta var það lélegt. Já, en ok. Hún er bara eitthvað svona, hún er smá svona, hvað heitir þetta? Og fyrir alla sem að lesa bækina, I'm very, very sorry. Nei, Twilight er alveg, ég var alveg fan á tímabili, sko. En Kristen er bara... Já, ég fíla hann ekki, bara, sorry. En hún var með Robert Pattinson, meðleikar sínum, í
í Twilight og þau voru bara umtalast að par Hollywood í kringum 2008 en það var þetta vinsælustu óneitanlegt það var vinsælustu myndir á þeim tíma bara ert að grínast, bara hver sá þetta ekki það var Harry Potter árið 2008 eða skilju, þetta var svona, þetta var bara huge en Harry Potter var á þessum tíma líka já, ég er að tala svona, þú veist, þegar það byrjaði og var bara, þú veist, þetta er svona mjög vinsælt, þetta er svona smá svona, finnst mér að vera svona 50 Shades of Grey tímabilið, skilju já, getur alveg verið, bara fyrir aðeins yngri markkóp já, þú veist, ég tala bara svona þannig þetta er ekki jafn stórt Harry Potter, skilju nei, ok, ég teka tilbaka, fyrir ekki líka Harry Potter fans já, en sem sagt, Kristen Stewart og Robert Pattinson voru saman og bara, og síðan var hún ennþá með Robert Pattinson en var að leika í bíómynd sem heitir Snow White and the Huntsman hefur séð þessa mynd? Já. Ekki, var hún góð í henni eða? Nei ok, allavega, hún var með leikstjóra sem heitir Rupert Sanders og það náðust myndir af Kristen Stewart og leikstjóranum Rupert bara vera too close vera ótrúlega náinn bara hann er að knúsa hana aftan frá og eitthvað svona þannig að hún var bara gripin glóðvolg við það að halda fram hjá Pattinson 17. júlí 2012 ég er bara ánað fyrir Pattinson sko, er leðilegt en hann á betra skilið sko já en hann var giftur líka leikstjórinn ekki það er mitt málið, því að þú veist framhjóld innan Hollywood eru ekkert eitthvað stór mál held ég í dag þetta er orðalega frekar algengt því miður en það sem gerði þetta mál svona huge var náttúrulega hvað Kristen Stewart og Robert Pattinson voru umtala par og það að Robert var giftur maður hann svo heitir Robert leikstjórinn ekki? Já, Rupert Rupert hræðilegt hún fíla bara gæði sem byrju R já, Robert eða Rupert Robert Pattinson og Rupert já, ég segi það Robert já, þið verða eiginlega að heita það saman en næsta beef tengist þessi dóldi á mér sem ég er með og okkar, nú ég ætla ekki að segja það okkur segi ég alltaf okkar maður, okkar kona já, ekki okkar maður ok Trump vs. Kristen Stewart já, ekki okkar maður anstæðan sorry, ég myndi ekki þannig alltaf því ég segi okkar maður, okkar kona það er ég allt mjög kaltæðin já en það kemur náttúrulega ekki mikið óvart að Trump sé bífi við fólk skilur á Twitter hann líka, hvað er þetta með þessi lýsingarorð sem hann alltaf nota á fólk bara hann er bara sleepy Biden hvernig þetta er þetta í hug en já, ok, áfragak mér finnst þetta svona eitt skrítnast sem að ég hef séð bara að Trump sé að skipta sér af eða það samt ég veit það ekki, ég örgulega ekki en þú veist, mér finnst það bara sem ég hef fyndið en hann var að ranta Kristen Stewart á Twitter fyrir að hafa haldið fram hjá Robert Pattinson já, það kemur líka úr rosalega sterkri átt einmitt, hann er einmitt þekktur fyrir að halda fram með öllu fyrirhandi konum sinum og hann byrjaði að segja að Robert á ekki að taka Kristen tilbaka þar sem að hún síhjalt fram hjá honum og hann segir að hún mun sko alveg gera aftur já, hann veit það sko já svo bætir hann við að Robert getur mikið betur sem ég verða að vera sammála því miður. Það er þetta fyrsta einskeitt sem þú sammála það? Já. Ég bara, sorry líka, sorry. En hann var ekkert orðin fórsetið þarna. Nei, hann var ekki fórsetið þarna. Hann megum vera sammála þarna. Nei, 2008. 2012. Nei, hann er ekki orðin fórsetið. Nei. Hann er, no. Hann er ekki orðin fórsetið. Já, hvað var það, 2016 eða eitthvað? Já, ég held að hann hefði verið orðið fórsetið 2016 en núna aftur 2020, ég þurfti að tellja ef þetta var ekki klippt út þá bara ætla ég aftur að fara að skamma heim og skammast mín já, hvað hann skiptir sér ekki af sko, þessi maður líka bara fyndi bara Kristen Stewart, bara Twilight stjarna hann elskar þess að Robert Pattinson gef mikið hann líka náttúrulega bara elskar það og það gleymist er að Trump náttúrulega bara elskar frekt fólk þú veist, hann var með alveg Celebrity Apprentice, skilur hann elskar að umgangast svona fólk smá svona, var alltaf svona wannabe, skilur já, hann er svona Hollywood seeker bara, okkur mér ekki búið í þessu partí ég er með eitt sem er kannski ekki skandall en þetta er sérst atrið sem kom fram í þáttunum Keeping Up with the Kardashians og já, mínum að þið þá finnst mér bara þetta atrið ekki hafa verið rætt ná mikið
En atrið sýndi sér sagt að Khloe Kardashian var að chilla upp í rúmi með bróður sínum Robert Kardashian Jr. Og þau voru bara að chilla og hún segir eitthvað svona Hey, do you remember when you slept with a girl who won the Kim Kardashian look-alike contest? Nei, stopp! Eða á íslensku Hey, manstu þú svafstu stelpunni sem vann Kim Kardashian eftir hermu keppnina? Ha? En pældu að sofa Nei, ekki pæli En þú veist, þar höfðu við bara þarna fengu bara að vita þær heimildi að Robert hefði bara sofið í stelpu sem að vann keppni einungis fyrir það að líta út eins og eldri systir hans Oh my god, það er sjúkara sem ég heyrt þetta ekki bara sifjaspell? Þetta basically sifjaspell þó að sé ekki blóðsystrannar þá er þetta mannski sem lítur alveg til systin Þetta ekki í lagi Þetta svo skrítið Þetta bara með engu í lagi og það sem svo margar líka svona píur skilur sem eru alveg eins og Kim Ég veit það, en ég held að þetta sé þetta aðal pían sem að koma inn svona síðan mikið setna fram í þáttunum Hún kom, ég var alltaf að followa þessu píu Instagram Ég líka, ég man ekki hvað hann heitir En ég unfollowa hann, ég man ekki af hverju Ég unfollowa hann líka að mínum mati Passa bara þetta skrítið Það var líka bara orðið eitthvað off Þetta var orðið bara svolítið svona sick Já bara svona allt og mikið Já, og hvort hún hægir bara verið að fara í aðgerð eftir aðgerð og ég er svona, hvað er ég að fá út því að sjá þetta content, annað en bara svona verða óraug eða eitthvað Já, þetta er galið, skilur Ekki góðu mynd, sko En það var svona, punkturinn við sem gerði þetta atriði bara svolítið mikið óþægilega var að þá þurfti alltaf Khloe, því hún er svolítið svona humoristi, að bæta inn í akkur svart aldrei á neinu sem vann Khloe Kardashian eftir henni með keppni Slamúð Hvað myndir ekki svo að stelpur lítur alveg út eins og ég líka Oh my god, þetta er sjúkarast umræðan sem ég heyrt innan fjölskyldu sko. Já Hvað er að frétta? Var hann bara eitthvað, hún er sexy, skilur Hann er allan tíman að fara að hugsa Kim á meðan, að því að hann sér hana bara Ég veit það Gælan er með alveg sömu byggingu og hún Já, og andlitslag Ég segi það, þú veist, og getur ekki, ekki vært í andlita á henni Ég get ekki ímyndum verið þetta sko Nei, auðvitað get ég ekki ímyndum verið þetta en ég bara segja, þú veist hvernig dettu þér, hvernig ertu bara svona hvernig tekur þér fyrsta kossin einmitt bara það lítur að vera slögt ljósin í þeim sko Nei, það er ekki hægt að segja þetta Hvað ætlar að segja? Kannski er þetta svona eins og með tvíbura Það er með tvíbura tvo tvíbura Já og þú finnst bara einn attractive sem er kannski kærastinn eða eitthvað en ekki hinn, en þau eru svona eins Já, minnar, já En þetta er samt skilur systir en þess að það væri tvíbara systir Já, nei, hann fær ekki eins og það afsökun Ég get ekki réttlætt þetta Nei, svo er ég bara með eitt að svona lokum Já. En það tengist henni Reese Witherspoon sem að þetta gerist árið 2013 og við erum aðeins búin að ræða þetta því að við tókum hann fyrir þá var handtekinn eða ekki í þættinum Erum við ekki að taka fyrir? Ég heldur tókum hann ekki fyrir Ok Ég manna ekki alveg Allavega árið 2013 þá var hún ásamt eiginmann sínum Jim Toth í stoppuð fyrir að keyra undir áhrifum áfengis í apríl 2013, já hún var bara með manninu sínum í bílnum og hún fór út í bílnum til að spyrja hvað er gangi og fór að rífast við lögreglumannin Er það ekki rétt um mér að við höfum eitthvað sem að rætt þetta mál að það var bara hann sem var fullur Jú, það getur alveg verið að hún hefur verið Elvin, hún var ekki að keyra Já, hún var ekki að keyra, alveg hún var ekki að keyra En jú, byrju manstu, ég las þetta og þá stóð að hann var að keyra villsmegin við veginn Já, hann hefði verið það drukkin Þau voru allan að drukkin og voru stoppuð fyrir, þú veist skandall að vera villsmegin, skandall að vera drukkin og saman er þetta alltaf bara skelving, skilur Allavega, bottom line er að þau voru stoppuð og hún fer að núti bara, hvað er í gangi, eitthvað, þú veist, örugglega í glasi við veitum ekki, en við höldum það og við höldum það að því að henni var sagt að fara aftur í bíl og hún bara, nei, ég ætla ekki aftur í bíl og lögreglan búin að beða hann að slaka á og fara aftur í bíl og hún bara neitar að fara aftur í bílinn og ítrekkar það að vilja vita hvað er í gangi og svona þannig að lögreglan kærði hana fyrir óeðlilega hegðun eða svona óæskilega hegðun og þar fekk hann á sig kæru Það hlýtur nú vera bara rífa kjaft sko og þar, hún fekk kæru og þurfti að borga $213 í sekt sem er nú bara eitthvað þvílík upphæð undir 30 skall skilur eða eitthvað en áður en að lögreglan kærði Reese Witherspoon þá segir hún við lögregluþjóninn eitthvað, you know my name sir? You're about to find out who I am nei, stopp
og það sem ég fyndi þá var ég bara, ég ætla að kæra já, þá var ég bara eitthvað svona 213, ég glemdi 4 0 það var ekki að bæta við það en þú veist, það sem fyndi við hennar skandal sem ekki fyndin, en þið fattu mig það að þú veist, á þessum tíma 2013 og að Reese Witherspoon hefur alltaf verið American sweetheart bara svona flott kona geggjaðar ræður og svona flott talsmaður, já, og bara Legal Blonde, bara þú veist hún fyrir okkur hérna, en þó bara, þú veist, hún er svo talsmaður svo mikið, skilur, og bara svo flott kona, þetta var bara svona vá, þú veist, heldur að þú sérst ofar bandarísku lögum bara fyrir það að vera Reese Witherspoon bara sorry to break your bubble en það ekki þannig, þrátt fyrir að þú sérst svona fræg. Það öllum saman hversu fræg þú sko. Já. Ef það kemur eitthvað svona. Já, en ég líka, þú veist, ég held líka bara með þetta mál, þetta eitthvað svona skandalum sem bara maður gleymir að sjálfsög, þú veist, á þessum tíma var þetta stórt mál, en ég get alveg vel trúa að ef þetta kemur fyrir eitthvað aðra stjörnu, þá myndi maður kannski muna betur eftir því. Já. En að því að hún yfirleitt með rosalega góða hegðun þá gleymir maður, eða svona fyrirgefur svona skilur, þannig að það gaman að rifja þetta upp grafið þetta aðeins ef að tjekka hvort að við sem komin að fá ykkur fleiri svör að því að gaman að sjá hérna frá öðrum segðu mér hvort það sé komið eitthvað meira hérna Kendall og Pepsi lýsingin, þá náttúrulega já, vond skandal, já, sammála mjög vond Britney 2007 hann alltaf bara besta okkar það eru nokkri sem sendu það inn Britney 2007 en hún tók einmitt bara svona sem myndum kalla meltdown árið 2007 sem við tölum og hvar við vorum þegar þetta gerðist og allt þetta já, einmitt þegar Kylie náði að fela óléttuna í 9 mánuði eignast og barni, já, það er skandal sko. Ég sammála þér sem sendir þetta það er rosalegt hérna stundur hérna hvernig kann ég laug Famous og Taylor málið sko, já þetta er eiginlega ástæðan okkur við verðum að taka þetta mál fyrir það eru 2 hliðar á þessu máli sumir eru þarna, nákvæmlega sammála henni sem sendir þetta inn að kann ég hafa logið og sumir eru algjörlega hinum einn þannig að hérna, við erum eiginlega bara að rannsaka þetta og bara vera bara með straight down facts af því að eitt sem ég veit með þetta mál að þau bæði á einhverjum tímapunkti lugu algjörlega og hún laug eins og hún hefði ekkert vitað þessu lagi og hann sagðist eiginlega hafa sagt henni allan textan þegar hann sleppti út þarna nokkrum orðum, skilur eins og bitch og fleira en hérna, þannig að þetta er rétt, skilur, þetta er náttúrulega stórmál þetta er náttúrulega bara eitthvað svona viljandi misskilningur hjá þeim báðum hann að vilja ekki segja henni alla söguna og hún að vilja ekki þykjast ekki hafa vitað já, hún vil ekki vilja játa fyrir að hún hafa eitthvað að gefa grænt á eitthvað já, það er engin in the right hérna, kann ég ekkert in the right einmitt, svo er þetta þegar Justin Timberlake sýndi á brjósti á Janet Jackson á Super Bowl halftime show það er náttúrulega svolítið fyrir okkar tíð við vorum ekki endilega, við fylgjumst alltaf með Super Bowl núna þessi ár það er svolítið svona áður, en það var helvítis mál sko já það er eitthvað að syngja og hann tekur svona niður sem er svolítið ekki að skrítið af hverju á staðu þessu þetta var eitthvað voðalega skrítið þetta er eitthvað gett random sko þegar maður taka bara part 2 þessu máli og rannsaka þetta líka aðeins betur en þetta var góð þáttur ég vona ég sé ekki öll út í maskra fyrir grenja og hlátri en þegar kann ég var með fucking Texas frame ok, sorry með að þið þurfa að hlusta á hláðurinn okkar nei, allt lítur að vera lægi með en hérna, þá sjáumst við bara í næstu viku og mér langar bara að bæta inn í hérna, ef þið ekki að fylgja okkur á YouTube, gerið það ég endilega subscribe á YouTube og ef þið ekki að fylgja okkur á Instagram, þá er það teboðið neðurstrik eða teboðið neðurstrik það væri geggjað það væri æðislegt og hérna Halloween's coming up og ef það eru Halloween umræður sem að þið vilja heyrum ekki hika við senda okkur bara eins og við viljið við svörum alltaf og hérna þá sjáumst við bara næsta þriðjudag sjáumst næsta þriðjudag